KFUM og KFUK hafa langt árabil rekið sumarbúðir fyrir drengi og stúlkur að Hólavatni í Eyjafirði. Hólavatn í austanverðum firðinum, rúmlega 40 kilometra inn af Akureyri að austan. Nánasta umhverfi staðarins heillandinn og fjölmargar skemmtilegar gönguleiðir í næsta nágrenni. Þessa dagana verið að gera allt klárt fyrir fyrsta hópinn sem kemur í sumarbúðirnar að Hólavatni og þeir sem undirbúa sumarið aðalega sjálfboðaliðar. Meira. Já, við búum svo vel að eiga bara fullt af fagfólki sem bara kann til verka og getur bara komið saman bara þó nokkra helgar fyrir sumarið og við kannski gott að minna Hollvinir Hólavatns, þannig að ef einhver vil leggja okkur lið upp á að kaupa efniskostnað þá hópur sem kalla sig Hollvinir Hólavatns og sem stendur að þessu, hittast og gera og græja og smíða og laga og við lentum í vaskendum í vetur og nú verið að vinna að því að laga það fyrir sumarið og gengur mjög vel. Við erum með svo gott fólk. Já. En þeir krakkar sem að koma hingað á hvaða aldri eru þeir og hvaðan koma þeir? Yngstu krakkarnir sem koma í það sem við köllum frumkvöðlaflokk, það svona pínu, það svona verið að kenna þeim með það svona æfing. Ég fara aðeins að heiman og verið í sumarbúðum. Þau eru alveg niður í 7 ára. En svo eru elstu í unglingaflokki, eru þau ekki upp í 15 ára gömul. Já. Þessi litli, já, þau eru svona að æfa sig að vera í sumarbúðum. Því að þú veist, kannski fullur flokkur svolítið mikið þegar þú stígur því fyrstu skref að vera án mamma og pappa og sofa annars staðar og svona. Og þau eru bara 2 nætur og við erum með fleira starfsfólk að halda utan þessa litlu, sko. Og færri börn líka. Og færri börn, en þú veist, eins og þegar mínir 2 strákarnir mínir fóru og þeir reyndu að koma heim og voru frekar fúlir, frekar ósáttir, sko. Fannst þetta ömurlegt og ég bara, ég var alveg miður mín. Ég held að þeir eru algjörlega sumarbúða strákar eins og ég. Það fannst þeim þetta svo stutt, sko. Þeim fannst glatað að allir hinir fengi vera 5 daga og þeir fengu bara 2 nætur. Þetta ósanngjarnt. Já. En getur nú aldrei verið mikið að vera. Það vatnið og það náttúran í kring. Já, í sumarbúðum, auðvitað bátarnir eru mjög stórt atriði og mjög vinsælir. En svo líka náttúran í kring, það hægt að fara í gönguferðir út allt og við erum svo heppin að fólkið á næsta sveitabæ hefur verið svo gott að taka á móti okkur og þar hafa krakkarnir fengið að fara og hoppa í heyinu og prófa að mjólka og alltaf kettlingar. Já, svo alltaf kettlingar þar. Og svo faraði með heivagnin tilbaka, sko. Það er rosa sport. Og svo þú veist, það trampólín, það er fótboltavöllur, og svo líka inni, það er þó við viljum nú meina að það sé alltaf sól á Hólavatni, þá þarf stundum að vera inni líka og þá erum við fótboltaspil og föndur og borðtennis og alls konar. Alls konar. En eru dæmi það að krakkar koma svona bara þau yngstu koma sumar eftir sumar? Já, ég kannski gott dæmi það. Sjálf bara byrjaði og gat ekki hætt, sko. Og ég menn eftir ég hætti að geta að fara í sumarbúðir, þá fór ég að vera leiðtogi og þegar ég gat ekki lengur leiðtogi, þá var ég forstöðukona. Og það þú ert ekkert einsdæmi þar ekki, sko. Nei, ég er ekki einsdæmi, sko. Það er nokkuð algeng saga. Já, þetta er svo mikið frí. Þetta er svo mikið frí frá erlinum. Mér að ég fann fyrir því þegar ég var bara barn, að það er sko, eins og Herdís var að segja, þessi nálægð við náttúruna, skógurinn, fjöllin, þú veist, að hlaupa upp á hól og sjá yfir allan fjörðinn, þú veist, fara út á bát, fara á vatni, læra að róa, samhæfingin. Ég man þegar maður var að stíga sér fyrst í skref í því. Þetta þú veist, það er engin skjátími í boði. Það er ekki síst, sko, í dag, að þetta er algjört frí frá allri tækni, sko. Ég held að þetta sé svo gott fyrir sálina, sko, og sérstaklega eins og börn í nútímanum í dag sem glíma við meiri kvíða og svona vandamál heldur en við þekktum áður, sko, að ég tengi það algjörlega við þetta. Þetta sé ofboðslega gott fyrir börn í nútímanum í dag að komast út í náttúruna, finna sér sjálf eitthvað að gera og þau mega fara og tínast í skóginu, verið með alveg loka og ekkert svo stórt svæði, nógu stórt að þú mátt fara og tínast í smástund og fara í skógagöngu, fara út á bát og vera bara í náttúrunni. Og svo vaknaðu upp við fuglasöng. Jú, eins og við heyrum hérna. Þetta í rauninni svolítið bara svona
þetta svona bara ævintýri í viku að vera í Já, svona sumarbúðum, það já. svolítið þannig. Já. Og mér fannst það að ég fór nú ekki í sumarbúðu sem barn, en ég hef unnið dálítið margar vikur og það líka sko að vinna, það líka bara svona ævintýri eina viku í einu. Það eru leikir og fjör. Mér fannst það ekki síður skemmtilegt þegar maður var farin að vinna, sko. Algjörlega.